Já, komiði sæl. Þakkar Birki fyrir kynninguna. Eins og hann nefndi þá heiti ég Ólafur Nílsen, er líffræðingur, starfa á Náttúrufræðistofnun Íslands og reyndar komið ofta áður í þetta ágæta hús og messa reyndar yfir ykkur áður svipað efni. En ég ætla að fjalla í dag tengsl fálka og rjúpu. Þegar ég var undirbúið þá var ég svona aðeins að hugleiða fálkinn og rjúpan í vitund okkar ágætu þjóðar sem öll þekkjum við þjóðsöguna fálkan og rjúpuna. Þau að vera hálfsyskin, trúnaðarbrot rjúpuna gagnvart Maríu mey, reiði Guðs föður, hvernig hann síðan refsaði rjúpunni á þennan hryllilega hátt sem hann gerði, að hann skildi vera ofsótt alla tíð, og hálfbróðir hennar rjúpan, hálfbróðir hennar fálkinn skildi vera hennar böðull. Þetta eru sannarlega grimm örlög. Síðan iðraðist drottinn þegar hann hafði lagt þetta á fuglinn og líknaði honum þannig að rjúpan hafði þann möguleika að verja sig, sem þetta leynast í landinu, vera hvít á vetrum og brún á sumrin. Sem öll þekkjum við þessa sögu, og síðan í fréttum reglulega þá það svona vistfræði eða líffræði tengdir þættir sem við heyrum umfjöllunum tengsl þessara tegunda, fálkins í háður rjúpunni, stoppsveiflur rjúpunnar, stoppvísitölur, stoppstærð rjúpnaveiði, afföll rjúpna og svo framvegis. Það heyrum við á hverju ári í fjölmiðlum. En svona í huga flestra alls almennings, ef að nefni rjúpu, þá það þá spenningur sem að fylgir rjúpnaveiðum fyrir þá sem taka þátt í þeim, og síðan stór hluti þjóðarinnar tekur þátt í rjúpnaneyslu, að éta rjúpur, og menn fá vatn í munni þegar heyra rjúpuna nefnda. Og eins þegar nefni fálkan við einhvern svona snertiflötur alls almennings við fálka eru þá helst uppsettir fuglar sem eru stofustáss á einkaheimilum eða á söfnum. En ég ætla í dag svona að horfa á þetta úr horni vistfræðinnar og fyrst að ræða aðeins stoppsveiflur dýra, reglubundnar stoppsveiflur, það fyrirbæri. Síðan að beina athyglinni að rjúpunni, ræða stoppbreytingar rjúpunnar. Þar næst að fjalla tengsl fálkans og rjúpunnar, og síðan í lokin að velta vöngum hvort það séu aðrir áhrifavaldar í stoppsveiflu rjúpunnar heldur en fálkinn. Þau ykkar sem að lærðuð líffræði á sínu tíma, þið munið eftir hliðstæðum gröfum, og ég sýni ykkur hérna úr vistfræði bókunum sem það sem er fjallað þessar reglubundur stoppsveiflur líffræðingar hafa eða vistfræðingar hafa fjallað þetta fyrirbæri í bráðum heila öld. Sá sem fyrstur reið á vaðið og tók saman gögn sem að sýndu svona var enskur vistfræðingur, Charles Elton, og þetta voru þá gögn frá Hudson Bay Company sem að notaði, sem að sýndu skinnavöru á bæði gaupu og þrúgu hér sem að hafi verið lagt inn hjá þessu kaupfélagi í Kanada, og þessi gögn sýna það sem virðist vera nokkur reglubundnar cirka 10 ára sveiflur, hérarnir rísa og síðan gaupustofnarnir. Svona sveiflur eru þekktar hjá allmörgum grasbítum, meðal annars hjá stúfmúsum, læmingjum, hérum, puntsvínum, orrafuglum, en rjúpan tilheyrir orrafuglum. Þá bæði hjá rjúpunni okkar sem öllu líka fjallrjúpa, sem þetta þekkist hjá rjúpunni hér á Íslandi, Skandinavíu, Skotlandi, Alaska, Grænlandi, svo önnur svæði þar sem að rjúpnastofnarnir sveiflast ekki. Þetta er líka þekkt hjá lífrjúpunni og dalrjúpunni, orranum, jarpa og þið
þetta einkenni nokkra orrafugla, og síðan hjá fiðrildum, og ég sýni ykkur eina af þessum fiðrildategundu sem eru sína svona gríðarlegar stofnsveiflur. Þessi tegund reyndar ekki til á Íslandi, en þetta skylt haustfetanum, algeng tegund í Skandinavíu. Nú, hvað knýr áfram þessar sveiflur? Menn hafa velt vöngum yfir þessu fram og tilbaka og verið að greina tímaraðir, gert líkön og síðan tilraunir. Svona hugmyndir manna afvakan meðal annars þær að afvakin sé þá utan við þetta kerfi, að dýrategundir sem að sveiflast hefur engin áhrif á afvakan. Hérna getur við verið að tala veður, sólbletti. Ég sýni ykkur þarna dæmi sólblettina til hægri, og x-ásin eru árin, og sólbletta tímaröðin nær aftur til 1760 og fram yfir 2000. Furðu reglubundið, cirka 10-11 ár á milli toppa. En hvernig kemstu frá sólblettunum yfir í stofnsveiflu einhvers grasbíts á jörðinni, sem það annað mál. Menn hafa líka bent á veðrið og fleiri þætti sem eru svona fyrir utan kerfið, svo að segja, sem það tegundir sem sveiflast getur ekki haft nein áhrif hér á sveifluvaldin. Aðrar hugmyndir ganga út frá því að þetta sé gagnvirkt samband á milli sveifluvaldsins og þessa grasbít sem að sveiflast, og þá horfa menn meðal annars til fæðuvefsins, tengsla innan fæðuvefsins. Þá séum við með rándýr og bráð. Við erum með þá plönturnar og grasbítin, eða sníkjudýr eða sótkveikjur og hýsilin. Og ég sýni ykkur þarna til hægri svona dæmi. Það er fiðrildategund sem algeng í Norður-Ameríku, tent caterpillars. Þeir stofnar sína gríðarlega sveiflur. Þeir rísa á hníga á cirka 10 ára milli toppa, og blái ferillin á við fiðrildið, og rauði ferillin eru síðan sýkingatíðni vírusa. Þeir koma á eftir og sína hník. En þegar við erum að leita af áhrifavaldinum, þá eru menn að reyna að finna einhvern hník þátt meðan við sveiflótta stopp. Nú, ég var að nefna þessu öfl sem að virka þá innan kerfisins, og vorum að tala tengslin að fæðuvefsins, en síðan eru líka skýringar sem menn hafa bent á þar sem að eiga við samskipti innan tegundar, sem við erum að horfa á þá hnikuð áhrif þéttleika á frjósemi eða lífslíkur, mögulega mismunandi arfgerðir sem spjara sig misvel eftir þéttleika, og lyngrjúpan hefur einmitt verið tekin sem dæmi hérna. Stofnsveiflur lyngrjúpunar í Skotlandi. Það er einn skóli sem hallast að því að þetta endurspegli þá tengsl innan samfélags lyngrjúpna og aggressjónir og skildleika einstaklinga, og hvernig þú kemur fram við nágrannan eftir hvort hann sé skildur þér eða ekki. Sem það er óvægt að segja það að það er sjálfsög engin eining meðal fræðimanna hver aflvaki þessar reglubundu sveifla sé. Fyrir það fyrsta þá þurfum við langar gagnaræðir til að geta gert tímaraðagreiningar og unnið með trúverðu líkön. Það hefur verið skortur á slíkum röðum. Þessi tímaröð sem ég sýndi ykkur áðan fyrir Þrúguhjeran og Gaupuna, sem það er ákveðin gall í þessum röðum sem að byggja á svona óbeinum vísum á stofnstærð,
og sem við þurfum langar gagnaræðir og síðan erfitt að gera tilraunir í þessum kerfum. Menn hafa þó reynt það með þrúguhjeran, eins með stúmís og lingurjúpuna, sem það sem þeir eru með kontrólhópa og síðan hópa það sem þeir útiloka rándýr, hafa áhrif á fæðuframbóðið, drepa sníkjudýrin, reyna að eyða sníkjudýrunum og svo framvegis. Nú ef við snúum okkur að rjúpunni og horfum hér til Íslands, þá Finnur Heiting Guðmundsson, fuglafræðingur sem var á Náttúrufræðistofnun áður Náttúrugripasafninu, hann var fyrstur til að benda á það að íslenski rjúpnastofninn sveiflaðist. Og gögnin sem að Finnur hafði úr að moða voru útflutningstölur fyrir rjúpu, hagtölur sem að Hagstofan eða forveri Hagstofunar haldi til haga, og að þetta þessi ferlar sem ég sýni ykkur hérna, þetta eru skýrslur sem ná aftur á 7. áratug 19. aldar og fram undir 1940 þegar þessi markaðir lokuðust. Kvarðin á íásunum logaritmískur og aftur þetta eru tölur yfir útfluttar rjúpur og tengsleira við stofnstærð eru óljós. En þetta eru markaðir að þróast, þegar þetta í hámarki þetta 300.000 fuglar sem eru fluttur úr landi, en svo allt niður í nokkur hundruð. Allavega Finnur bendir á þetta í skýrslu til menntamálaráðuneytisins 1952 mann rétt, og Finnur var mikill áhugamaður rjúpur og hann byrjaði síðan rjúpnarannsóknarverkefni norður í Hrísey. Það var unnið reyndar víðar land. Þeir byrjuðu 1963, mestur þróttur var í þessu verkefni fram undir 1970. Svona það eftir 70 þá svona dalaði þetta og verkefni endaði 1977. Svona megin spurningin sem að þeir voru að glíma við var hvað knýr rjúpnasveifluna hér á Íslandi. Og Arþór Garðarsson, prófessor, sem hans doktorsverkefni á sínum tíma var hluti af þessum pakka, og verkefni Arþórs var að skoða þetta sem ég kallaði samskipti innan tegundar. Hann var að horfa á aggressjónir, óðalsatferli, hvort að það sýndi eitthvað það munstur sem að væri mögulegt að tengja við stofnsveifluna, og einnig þá skoðan að fæður rjúpunar á sama tíma. Arþór gerði upp þetta verkefni 1987 í bókarkafla, riti sem að fjallaði líffræði orrafugla, og svona í lokin þegar hann dregur saman þá nefnir hann 3 möguleika í tengslu við áhrifavaldin, hvaða áhrifavaldur þetta sem knýr áfram stofnsveiflu íslensku rjúpunar, og hann nefnir þá þessa 3 möguleika til sögunar. Þetta gæti þá mögulega verið samspil rándýrs og bráðar, og þá horfum við til fálkans fyrst og fremst, samspil rjúpunar grasbítsins við þær plöntur sem hún étur, og það sem Arþór nefndi þá til söguna var grasvíðirinn sem aðalfæða rjúpunar á haustin, og síðan þetta sem hann var sjálfur að fjalla það samskipti innan tegundar, þéttleiki, aggressjónir, einhvað í svipaða veru, og skotarnir voru að þróa þá á sama tíma hugmyndir í tengslum við stofnbreytingar lingurjúpunar í Skotlandi. En í sjálfsveit þá höfður engin gögn neitt af þessum þáttum, hugsanlega 3. þáttinn, og svona niðurstaða Arþórs var svo að hann væri mjög ólíklegur aflvaki stofnsveiflu rjúpunar. Ég kynntist þessum köppum unglingur, og Finnur Heitin var svona eins og með hirði í kringu sig. Það voru ungi piltar sem hafði áhuga á fuglum, og ég tók þátt í þetta var svona áhugastarf sem var skipulegt út frá Náttúrufræðistofnun, og ég tók þátt í þessu áhugastarfi, og síðan vann ég með Finni 1973 í Hrísey við rjúpnatalningar, og
þegar ég var að leita mér að doktorsverkefni þá kom þetta upp að horfa þá á þarna fyrsta þátt sem nefndur þarna Samspil Rándýrs og bráðar, fálki og rjúpa. Þetta var síðan doktorsverkefni mitt sem ég vann 1981 til 85, vann það við Cornell háskóla í Bandaríkjunum og síðan var ég svona á eigin vegum í nokkur ár með að leita mér að vinnu. Fékk ekki vinnu fyrir ég var 40, eða svona fasta vinnu. Þannig 86 til 93 hélt ég þessu verkefni áfram og síðan á Náttúrufræðistofnun þar sem ég var ráðinn til þess að sjá vöktun íslenska rjúpnastofnsins, þá gat ég unnið þetta samhliða annarri vinnu minni þar við vöktun rjúpunnar. En svona þumalputtareglan svo að til að gera tímaraða greiningar trúverðugar, ef þú ert að skoða sveiflu, þá þarftu að hafa tímaröð sem allavega spannar 3 sveiflur að lágmarki. Þannig að við erum að tala í sambandi við rjúpuna 30 ár og eitt doktorsverkefni á að taka 4, 5, 6 ár. Þannig að í sjálfu sér var ég rétt að byrja þegar doktorsverkefninu lauk og rannsóknarspurningin það var stoppsvörun og atferlisvörun fálkans við stoppbreytingu rjúpunar. Þetta svona einhver tækni hugtök vistfræðinnar sem hvernig breytist fjöldi fálka og eins neysla þeirra eftir því sem að rjúpnastofninn rís og hnígur. Nú rannsóknarsvæði sem ég hef unnið á á Norðausturlandi, Þingeyjarsýslur, stórt svæði 5300 ferkilometrar. Ástæðan fyrir ég valdi þetta svæði að þéttleiki fálka hár og eins rjúpna og auðvelt að fara svæði þannig að sé að það eru slóðar allar heiðar og ekki háfjöll, þannig að fálkin tiltölulega aðgengilegur. Nú hluta þessu og ástæðan fyrir ég fekk vinnun á sínum tíma, ég hafði reynslu í sambandi við rjúpuna sem hluta þessu verkefni var að telja rjúpur á hverju ári og inn á þessu rannsóknarsvæði höfðu við 6 rjúpnatalningasvæði sem að gá okkur einhvers konar vísitölu fyrir rjúpnafjöldan og síðan það sem við gerðum annað við þetta aldursgreinar rjúpur, þessi hérna sem þið sjáið skuggan í flugfjöðrunni, þetta segir okkur það að þetta fugl á fyrsta ári. Það hægt að skipta þeim í 2 aldurshópa sem mjög þægilegt varðandi útreikninga á afföllum og því líkt. Þannig ef við metum afföllin 3 á ári, gerum það á vorin, þá erum við að skoða vængenda líkt og þið sjáið hérna á þessum fljúgandi karra. Síðsumars þá metum við viðkomu sumarsins, þá það mikill stærðamunur á aldurshópunum að við þurfum ekki að skoða vængina og svo á haustin þá fáum við frá veiðimönnum vængi og erum aftur að skoða þá til þess að aldursgreina. Allavega við teljum rjúpurnar á vorin, við mætum á svæðin og göngum og teljum okkur finna alla óðalskarra á þessum talningasvæðum og hérna eru ferlarnir fyrir þessi 6 svæði sem ég nota. Þetta bara til að sýna ykkur það að þessar stoppbreytingar það eru í takt á rannsóknarsvæðinu og meira og minna yfir allt Ísland eru stoppbreytingar rjúpurnar í takt, stundum yfir allt landið en síðan koma skeið þar sem að landið cirka tvískipt. Þannig að þetta eru þéttleikagildin hérna, ég búin að staðla raðirna til að fella þar í ásnum og þannig að þessi auðveldur að bera það saman en þið sjáu hvernig þetta rís og hnígur cirka nokkuð veginn í takt. Þannig að ég tek meðalgildin fyrir öll svæðin og þetta þá stoppvísitala mín sem ég nota fyrir rjúpuna og að bera saman við aðra þætti hjá fálkonum og kannski eitthvað meira sem í blá lokin sem að tengist á heilbrigði. Nú það hægt að greina þessa tímaraðir í tölfræðiprógramum og það ágætt bók eftir Peter Turkin sem að kom úr 2003 sem heitir Complex Population Dynamics og það fylgir líka forrit svona það sem hægt að greina tímaraðirnar og skoða nikið og þess að þéttleika háðu þætti hvort þið sýnir hník eða ekki. Það er ekki sjálfsög ekki tími til að fara kafa í þetta, ég bara sýni ykkur hérna glugga með niðurstöðum og allavega hvernig svo sem við skoðum þessa tímaferla þá
þá augljóst að það eru hnikuð þéttleika áhrif sem ráða stofnbreytingum og hnikið 2 ár og ef við skoðum síðan ferlana þá topparnir, þeir eru hvassir, stofni vex í hámark og síðan fellur hann og þeir eru tiltölulega samhverfir og lengdin á sveiflunni þetta cirka 10 ár. Við áttum ágætt samstarf við Kjartan heitinn Magnússon, stærðfræðing, í tengslu við að gera stofnlíkan fyrir rjúpuna og það kom út 2004 og í þessari vinnu þá voru dánarstuðlar skilgreindir og einn af þessum stuðlum sem kallaður umfram afföll ungfugla, þetta eru þau afföll sem að ungfuglarnir verða fyrir yfir haust og vetur og eru umfram afföll fullorðinna fugla á sama tíma. Þetta affallaþáttur sértækur fyrir ungana og ég sýni ykkur hérna slökkt í öllu hvernig bendillinn var, það bara miðjan, ok, þakka blái ferillinn aftur, þetta eru stoppvísitalan og stöðluð gildi og blái ferillinn dánarstuðli og stoppvísitalan hérna rauði ferillinn og bara að taka eftir í stofnlíkaninu þá eru það þessi afföll ungfuglana sem að ráða því að líkanið sýnir sveiflóttan stofn. Það eru þessi tengsl umfram affallana við þéttleika þau eru tengd þéttleika 2 árum áður. Stofnin rís og hnígur og afföllin í takt en hnika þannig að þau eru í hámarki þegar fallið hvað mest í stofninum og það þessi spurning hvort að fálkinn gæti verið hérna áhrifavaldur og þá komum við að þeim hluta rannsóknarverkefnis mín sem að snýra fálkunum sem á svæðinu þá eru liðlega 80 fálkaóðul og ég heimsæki þessi óðul á hverju vori til að sjá hvað þau séu ábúð eða ekki. Þetta eini snertiflöturinn sem ég hef við fálkana. Það mjög erfitt að telja þá, þeir eru alls ekki algengir, þetta stórt svæði, 5.000 ferkilometrar og þetta eru lágur þéttleiki, þannilega að sé þó þessi, ef maður skoðar þetta í samhengi við hvað þekkist annar stað, þá þetta tiltölulega hár þéttleiki fyrir fálka, en sem það langt á milli þessara svæða og óðalega sem ég heimsækið á vorin, eins og sjáu hérna það félagið mér situr hérna undir bjarginu og þessar fléttur endurspegla langa notkun fálkans á þessu óðali. Hreiðrið hérna uppi, þessar fléttur þær vaksa í tengslum við svona ránfugla, það sem eru fálkar, hrafnar eða aðri fuglar, þær eru sækja í köfnunefnið og eitt af þessum einkenni þessi fornu fálkaóðul. Maður sér langt að ef maður sér klettaveginn hvar hreiðustæðin hafa verið. Kletturinn litaður af þessum fléttum. Sem við heimsækjum þau, metum varparafjöldan og teljum geldpörin, hvað stór hluti þeirra í eyði. Varpörin heimsækjum við aftur til að meta frjósemina, fjölskyldustærðina og aldursgreinum ungana, hvenær byrjaði að verpa, þetta skiptir máli í sambandi við frjósemina. Hvenær ársins, ef þið byrja að verpa mjög snemma, þá þeir jafnaði með fleiri egg heldur en þeir fuglar sem verpa seint á árinu. En síðan skoðum við fæðuna, gerum þá hjá varppörunum, þannig að við förum í hreiðrin og heyrðum beinin sem eru eftir þegar fólkin búin að éta rjúpuna eða hvað nú hefur verið að éta, og eins söfnum við fæðulögum annar stað þar sem þau safnast fyrir. Þannig að við getum talið þessa óðalsbundnum fálka sem eru kynþroska fálkar, en síðan eru þessir ókynþroska fuglar sem að við náum ekki að telja, sem þeir eru ekki bundnir óðulum, þetta eru 1 til 2 ára fálkar
og þeir flakka vítt og breitt landið en sækja síðan í áttagan allavega karlfuglarnir þegar dregur nær kynþroska en kvenfuglarnir þeir svona dreifast víðar landið. Nú aðeins í sambandi við fæðufálkana og þetta sem við kallum atferlisvörun, hvernig þeir breyta neyslu sinni í takt við breytingar á stofnstærð rjúpunnar, þá höfum við safnað þarna fæðulegum við tæplega 580 hreiður og þetta eru rétt innan við 50.000 einstaklingar sem við höfum greint í fæðuleifum. Aðalega fuglar, eina 56 tegundir fugla, líka spendýr og einu sinni urriði, hvernig sem hann komst í hreiðri, grunnar sterklega að það veiðimaður hafi kastað honum hann inn. En allavega á þessari mynd búið að raða þessu upp. Það sem hérna í fylkingum, það eru bringubein úr rjúpum og þetta við hreiðurnar í sjávarströndinni og það eru lundar hérna líka. Og ef við skoðum þetta plottum upp, íásinn sýnir þá hlutdeild rjúpu í fæðu fálka miðað við fjölda. Þá svona rís þetta og hnígur en trendin niður á við. Ef við berum þetta saman við stofnvísitölu rjúpuna sem þarna blái ferillinn og aftur eru gildin stöðluð til að fella þau að íásnum. Rauði ferillinn þessi sami ferill sem ég sýndi ykkur áður sem mikilvægi rjúpunar í fæðufálkana, þá sjáum við að þetta breytist cirka í takt. Og ef við gerum svona krossfylgni greiningu á röðunum sem við erum með stofnvísitölu rjúpunar og síðan tímaröðina sem þá vægi rjúpu í fæðufálka og erum að hnika þeirri röð, þá sjáum við að besta fylgnin hérna við ekkert hnik sem að segja okkur að þetta breytist, að vægi rjúpunar í fæðu fálkans breytist í takt við fjölda rjúpna. Marktæki stuðlar eru þegar þeir koma hérna ná yfir rauðu línuna eða undir hana hérna, neikvæð fylgni hérna og jákvæð. Þetta segir okkur ef það mikið af rjúpu þá mikið af rjúpu í fæðu fálkans. Þetta fæðuhættina, þá rjúpan aðal fæða fálkans í öllum árum. Við höfum líka skoða vetrarfæðuna, það sama á við þar og þeir vistfræðingar sem að fjalla sveiflóttastofna og horfa til rándýra sem áhrifavalds sem þá þarf rándýrið að vera það sem á ensku kallað resident specialist predator, sem þann þarf að vera með bráðinni þessum sveiflóttastofni allt árið og hann þarf að vera sérhæfður á viðkomandi dýrategund og þetta á við fálkan. Og sérst þetta ákveðin tímaskeið á árinu þar sem að rjúpan sérstaklega mikilvæg, sem þetta þá og aðalskeiðið mars fram í byrjun júní þegar fálkin í tilhugalífi, fuglarnir eru að verpa með þeir liggja á. Nú ef við horfum til stofnbreytinga hjá fálkanum, þá blái ferillinn þarna, hann sýnir heildarfjölda fálka óðala í ábúð á rannsóknarsvæðinu. Þau hafa aldrei öll verið í ábúð, eins og ég nefndi við ykkur, þetta 80 óðul, það var mest verið liðlega 6-10. Og rauði ferillinn þetta sýnir fjölda varppara og gapið þar á milli eru þá geldpörin sem það á hverju ári bara hluti parana sem nær að koma upp ungum og sum árin mjög lítill hluti þeirra. Ef við skoðum þessa tvo ferla, pörum þá saman við stofnvísitölu rjúpunar, sem blái ferillinn aftur, þetta stofnvísitala rjúpunar 81 til 2014 og rauði ferillinn ábúð fálkaóðala og aftur eru við búin að staðla raðirna til að fella þeirra í ásnum þannig að við getum borið það saman sjónrænt og fálkinn svona hann virðist sýna þetta hník sem við værum að leita eftir, sem að stofnvistfræðingar eru að leita eftir sem eru að fást við svona sveiflóttastofna og áhrifavaldana. Það þetta hník, þessi hníkþáttur. Og ef við gerum svona
krossfylgnigreiningu á þessum 2 tímaröðum og núna erum við að hnika þá tímaröðinni fyrir fálkaóðul. Þá sjáum við að núll hérna, ef það er mikið af fálkum þá var mikið af rjúpu fyrir hvað 3-4 árum síðan og verður lítið af rjúpu eftir þetta 3-4 ár. Þessi marktæku stuðlar hérna neikvæðir og jákvæðir hérna uppi. Nú og á sama hátt ef við skoðum tímaröðina fyrir varparafjöldan þá sjáum við að og berum hana saman við stofnvísitölu rjúpunnar þá sjáum við að svona, já, ef við horfum á þetta þá virðist þetta hnik ekki vera, allavega ef við horfum á varparafjöldan og ef við gerum krossfylgni greiningu þá sjáum við sömu niðurstöður að hérna marktækistöðlar eru hér og hérna reyndar, en þessi stuðull þannig við ekkert hnik, þannig ef það er mikið af rjúpu í ár þá eru tiltölulega mörg fálkapör. Þannig að varðandi stofnsveiflu rjúpunnar þá og miðað við þessi gögn þá getum við sagt að fálkinn sé mjög líklega áhrifavaldur og þá vísum við til þess að hann er sérhæfð rjúpnaæta og síðan þessi tengsl stofnana, þessi töf í svörun fálkans við stofnbreytingu rjúpunnar. En hvað með aðra þætti innan fæðuvefsins koma þeir við sögu? Ég nefndi hérna í upphafi að tengsl grasbítsins við þær plöntur sem hann bítur og síðan tengslin við sníkjudýr eða sótkveikjur sem að herja á grasbítin. Og þá kemur til söguna þetta verkefni sem að Kalli var að sýna ykkur þá gögn úr varðandi sníkjudýr rjúpunnar. Þetta er verkefni sem að heitir Heilbrigði rjúpunnar, allavega í bókhaldskerfi Náttúrufræðistofnunar. Og það byrjaði 2006 og hugmyndin var að fylgja rjúpunnu eftir yfir eina sveiflu. Og ég reyndar í svona stuttu erindi þá nú ekki að það fari yfir allt sviðið, en eins og þið kannski munið þegar ég sýndi ykkur ferlana fyrir rjúpuna þá fengum við í byrjun svona 2 cirka 10 ára langa ferla eða 10 ára langa sveiflur. Síðan kom inn friðunin 2000 og haustið 2003 og 2004 og það urðu miklar breytingar á stofndýnamík rjúpunnar í kjölfari. Þannig að stofnin byrjaði að vaxa allt land í kjölfar friðunar og þegar veiði hófst aftur 2005 þá féll stofnin og féll stofnin í 2 ár, byrjaði að vaxa og var hámark 2010, svo byrjaði hann að falla aftur, en eftir aðeins 2 ár þá byrjaði hann aftur að vaxa. Þannig að það er eins og með friðunni hefur einhvern hátt ruggað bátnum og ég veit ekki hversu lengi þetta bergmál, það verður kannski svo bergmáli frá Miklahvelli sem við eigum að heyra ennþá, en hérna allavega það eru liðin hérna 10 ár frá friðunni og en áhrifina á stofndýnamíkina virðist enn gæta en við byrjuðum 2006 og ætlum að halda áfram til 2017 og höfum unnið að fullum þrótti núna, söfnum fuglunum einu svona ári, það er gert í byrjun október. Þá söfnumst við saman norður í Mývatnssveit þar sem við vinnum og fuglarnir eru síðan fangaðir í heiðunum norðan við vatnið og í hraununum austan við það fyrst og fremst. Þetta eru 8 sérfræðingar sem að koma að verkefninu, meðal annars 2 hér, það er Lóa og Kalli, og verkefnið þá fjallar það að skoða eða lýsa ýmsum þáttum
sem að varpa ljós á heilbrigði og líkams ástand rjúpunnar og bera þetta saman við stofnbreytingar. Bara svona með því að horfa á þetta gagnasafn og bera saman við það sem hefur að gerast í stofni rjúpunnar þessi ár, þá margt sem að bendir til þess að fæðan hafi áhrif. Það á við rjúpuna og eins og marga aðra grasbíta að garnalengd hún er mjög plastísk, þannig að ef þú getur mælt görn í einhverjum einum einstaklingi þá breytist lengdin á milli árstíma. Gatirnar eru tiltölulega stuttar yfir vor og sumar, lengjast á haustin þegar fuglinn fer að éta tormelt og eru langar allan veturinn og stytta svo aftur á vorin og síðan endurtekur þetta sig. En við til þess að leiðrétta fyrir þessum mun innan ársins þá söfnum við fuglunum alltaf í sömu vikunni. Það er vitað, menn hafi verið að gera tilraunir með þessa fugla, með orrafugla og aðra fugla, og það er vitað að ef þú setur fugl yfir á tormelt æti bregst meltingavegur við mjög hratt og mælanleg viðbrögð gerast á innan við viku, bæði lengjast gatnirnar og fóarnir stækkar og síðan breytaði samsetningu fóartsteinana. En við höfum verið að skoða, eitt af sem við skoðum er lengd garna, stærð fóarts. Fóarnið þá magi rjúpunnar og samsetning fóartsteina, og síðan það sem Lóa hefur verið að skoða, eitt af það sem hún hefur skoðað eru nýrnasteinar. Þessar útfellingar í nýrum tengjast á fæðunni. Ég ætla að sýna ykkur gögn þarna lengd garna, stærðin á fóarni og samsetningu fóartsteinana. Fyrst það stoppvísitalan. Þetta aftur sami ferillin, búin að klippa hann hérna út og ég sýni ykkur gildi fyrir 2006 til 2014. Og ef við síðan skoðum garnalengdina, það er þannig græni ferillin, þá og reyndar rétt að taka fram að punktarnir sem að línurnar eiga að tengja, ég sýni ykkur ekki punktana, en fyrir rjúpuna þá talningarnar eru gerðar á vori, við gerum þær í maí, en þessar mælingar eru gerðar síðar á árinu, en við gerum mælingarnar þá í október. En allavega þið sjáu hvernig þessi ferill rís hnígur hérna haustið 2010 og rís svo aftur og byrjar að falla. Við erum ekki búin að taka saman, ég er ekki búin að taka saman gögnin fyrir 2014. Og þetta er þá lengd gatnana. Þegar við tökum gögnin úr fuglinum þá greiðum við úr henni og leggjum hann á borðið án þess að teygja hann á mikið og án þess að teygja hann nokkuð. Og en síðan sýni ykkur þarna stærðin á fóarninu. Þá erum við búin að opna fóarnir, hreinsa innan úr því, þurrka það í konstant vikt og fitudraga það, þannig að þetta er fitufrí þurrvikt fóartsins. Þið sjáu hvernig hún breytist alveg í takti við garnalengdina, og þetta fall hérna 2010 mjög ábyrrandi. Og ef við horfum svo líka til fóartsteinana, en fuglarnir velja sér steina, en þessi steinar þeir fungera svona eins og tennurnar í okkur, en fuglarnir þeir hafa þann kost að geta skipt út tenningunni eftir hversu trefjarík eða tormelt fæðan er. Og eins og ég nefndi áðan þá hafa menn sýnt fram á það með tilraunum, sem ef þú setur fugl yfir á tormelt og hann hefur úrval af steinum til að velja, þá fer hann yfir í stærri og grófari steina til þess að mæta breyttri fæðu. En hérna eru steinarnir og aftur
það sem í sýningu fyrir steinana meðalvikt sem við tínum steinana úr hverri rjúpu, teljum þá og vigtum og hreinsum þá reyndar síðan í svona hátíðni baði og myndum þá alla og formgreinum, það jarðfræðingur sem vinnum okkur í því, en allavega það sem í sýningur þarna meðalvikt steina og hún svona rís og hnígur á sama hátt, þannig að og eins hvernig nýrnaskemmdirnar hafa verið að breytast á milli ára, þetta segir mig það að það eru einhverjar kerfisbundnar breytingar á fæðunni sem að rjúpan að takast á við á haustin, sem á einhvern hátt tengjast breytingum á stofnstærð. En síðan þetta sérkennilega fall þarna hausti 2010. Þetta ég ætla nú ekki að segja meira í sjálfsögum fæðuna, en ef við horfum til sjúkdómsvaldana þá höfum við verið að mæla bæði samsetningu sníkjudýrasamfélagsins og síðan breytingar á stofnstærð sníkjudýranna og hvernig það tengir stofnstærð rjúpunnar. Við höfum verið að skoða líkamsástand fuglana og síðan það sem hefur svona blasað við okkur meinvirkni þessara sníkjudýra, en það af því sem við höfum séð þá svona áberandi það sem að húðmítillinn skilur eftir sig, það þessi húðsjúkdómur eða þessi hreistraða húð sem að fuglar sýktir húðmítillum hafa. En síðan þessi tegund Eimeria muta mjög útbreidd í stofninum og hnýslasýkingar eru þekktar sem skaðvaldar hjá fuglum. Þannig að ég tek Eimeria muta sem dæmi núna. Sem aftur það stoppvísitalan sem í sýningur blái ferillin, og sýningur holdastuðulinn sem að þá lýsir á einhvern hátt ástandi, líkamsástandi fuglana, prótínforða þeirra, sem holdastuðulinn hefur breyst nokkuð inn í takt við stoppstærðina og holdastuðulinn hefur endurspeglað stoppstærðina vorið eftir, sem þegar stofnin stærstur voru fuglarnir í hvað bestu holdafari. Við horfum á miltað sem að á að endurspegla, að gefa einhverja hugmynd hvað fuglarnir að sitja í varnir gegn þessum gegn innri sótkveikjum. Það stærðin á miltanu, það eitt af því sem við skerum úr fuglinum og vigtum. Græni ferillin sýnir þá breytingarnar á stærð milta og það breytist svona eins og holdastuðullin. En ef við síðan skoðum Eimeria muta, þetta sníkjudýr sem herjar á yður rjúpunnar, sem þá virðustu sjá þarna einhvað sem bendir til hnyks. Stofnin í hámarki þessi gildi fyrir Eimeria muta, það smittíðnin. Smittíðnin mest árið eða tveimur og eftir hámarki stærðir rjúpunnar. Ég ætla nú ekki að segja miklu meira en bara rétt að sýningur þessa mynd áður ég dreg niðurstöðuna saman sem miltaði rjúpunni á stofnbreytingar. Hér í gamla daga þá voru spámenn, þeir skoðuðu yður dýra til að segja fyrir örlög þjóða og einstaklinga, en mér finnst alveg furðulegt, og hérna þessi ferill fyrir milta og hérna ferilli fyrir stoppvísitala rjúpunnar, sem það liggur við að maður geti hægt að telja rjúpur og láti sér nægja heimsækja veiðimenn og fá að skera miltað úr fuglum þeirra. Það mikið kvarta núna í fjölmiðlum, skotviðimenn, formaður þeirra, hann hótaði uppreisn meðal skotviðimanna, þeir myndi ekki hlýða reglum og fara bara út á mörkina núna því að þeir hefði ekkert náð í haust og tíðin var alltaf svo vond þessa daga sem þeir mættu veiða. En allavega menn hafa séð mjög lítið af rjúpu, en þetta miltað núna í haust
og næsti punktur hérna á bláa ferlinu verður vorið 2015. En miðað við hvað menn spyrja mig hvað heldur að verði með rjúpuna næsta vor, og þá mun ég svara þeim milt að segja að stofni verði stór, og þá heyri ég bara í sírenu og kemur sjúkrabíll og ég verið fluttur á viðeigandi stofnun, óhæfur að starfa hjá ríkinu. En svona til að taka saman í lokin sem þá þessar sveiflur sem við sjáum hjá fálka og rjúpu, sem þetta eru náttúrulegir ferlar, þetta eru náttúrulega sveiflur, og fálkin líklegur áhrifavaldur í þessum sveiflum, og eins og ég sagði áðan, hann sérhæfð rjúpnaæta og það eru tengsl á milli stofnana sem töf í svörun fálkans. En aðrir þættir koma mjög líklega við sögu, og ég bendi ykkur á þetta sem tengist fæðunni. Við sjáum viðbrögð hjá fuglónum sem endurspegla það að það eitthvað í fæðunni sem við erum að glíma við, sem að breytast, og síðan sjúkdómsvaldarnir, að við sjáum líka þætti þar sem virðast tengjast stofbreytingum. En svona það er ekki og hérna í sjálfum sér ætlun okkar að skýra hvað veldur stofnsveiflu rjúpunar, eða koma með endanlega skýringu. Við erum meira að lýsa kerfinu og benda á hvað sé líklegt, þannig að menn geta síðan haldið áfram með þetta ef þeim svo sýnist. Er hægt að gera tilraunir, það mjög erfitt allavega með eins og samspil fálka og rjúpu, mjög erfitt, en mögulega með aðra þætti. En sem sagt, það tilgangurinn með öllum þessum æfingum að gefa greinagóða lýsingu á kerfinu og koma með hugmyndur hvernig það virkar, og síðan heldur þetta vonandi áfram, þannig að kynslóð tekur við að kynslóð. Og með þessum spaklegu orðum þá ætla ég bara að hætta og þakka fyrir mig. Þakka kærlega fyrir mjög fróðlegt erindi. Gamli veiðimennina. Ekki fálkaveðarna. Já. Veiða mannsins. Jú, sko það væri í sjálfu sér þá bara annað erindi, en svona í stuttu máli þá virðast veiðarnar hafa áhrif á afföll rjúpunnar, og ekki bara sá fjöldi sem drepinn af veiðimönnum, heldur virðast veiðarnar hafa áhrif á lífslíkur þeirra sem eftir lifa. Þannig að þau ár þegar veitt sem þá eru afföllin mjög há. Hérna áður fyrr, og við lærðum það í skóla hjá Arthur, predikaði það eins og kannski mannst mjög stíft, að veiðarnar hefðu engin áhrif. Það eina sem veiðarnar gerðu, að veiðarnar höfðu engin áhrif á heildarafföllin, heldur hvernig á hlutföll einstakar affalla liða. Með því að grisjastofnin drepa fugla, þá væru færri sem sótkveikjurnar tækju eða fálkin, en heildarafföllin væri eftir sem áður hins sömu. En við fylgdum þessu að trúmennsku alveg fram undir aldamót, en undir lokin stofnin var stöðugt og niðurleið, og undir lokin var þetta orðið eiginlega hjákátlegt og mjög erfitt að halda þessu svona blatant fram að veiðarnar hefði engin áhrif. Og það voru mikil átök í tengslum við friðunina, og við vorum sakaðir meðal annars að falsa gögn, en rjúpnastofnin svaraði þannig friðuninni að þær raddir þögnuðu, og 3 eða 4 árum eftir að ég var sakaður fölsunina, sem þá var ég kjörinn heiðursfélagi Skotveiðifélags Íslands og með gullmerki því til sönnunar, og fæ félagsritið þeirra ókeypis í póst á hverju ári, og öll þau afsláttartilboð sem fylgir því að vera í því ágæta félagi, sem ótal mörg.
Þú voru rjúpa verið friður í Landnámu Ingólfs fyrir nokkur ári. Jú. Og ekki nú að sjá svona allavega eftir því sem að hefur það tilbyggingu að það hafi neina áhrif til það. Já, þetta hlut af þessum fyrirlestri sem ég verið að segja Sibbu að hérna það sem við sáum mikil og eindregin hrif allt land þegar var lokað algjörlega fyrir rjúpnaveiði. Og ef við mælum svona dánatíðni fugla inn á friðuðum svæðum eins og hér í Landnámu Ingólfs, menn hafa gert þetta bæði hér á Íslandi og eins í Skandinavíu. Ef við mælum lífslíku fuglana yfir veturinn, þá eru fleiri fuglar sem að lifa af á þessum friðuðu svæðum heldur en þeim svæðum sem veitt. En síðan þegar menn telja á vorin og bera saman niðurstöðu talningana inn á friðuðu svæðunum og utan friðuðu svæðana, sem þá sjáum við ekki lengur þennan mun. Og svona menn hafa skipt þetta þannig að og horfa þá á félagskerfi rjúpunnar eða hvernig rjúpan haga sér, sem hún hreyfi sig. Það eru svona mikla hreyfingar tvisvar á ári, sem það á haustin, þá fer hún í vetrarhaga, og vorin þegar þau leita úr vetrarhögum í sumarhaga á varplöndin. Og það þessi, menn hafa bent á þessa uppstokkun í stofninum á vorin sem að veldur því að við sjáum ekki friðunaráhrifin. En eins og ég er búin að nefna þá sem það lifa fleiri af á friðuðu svæðunum heldur en ófriðuðum, en sjáum ekki þessi áhrif þegar við teljum á vorin. Og þetta þessi líffræðilega skýring sem menn hafa bent á. Þannig að, og enn og aftur svo ég ítreki það að stofnbreytingarnar eru í takt yfir allt landið, og það að friða þær hér á suðvesturhorninu, sem það veldur því alveg örugglega að það eru fleiri sem að lifa þar af, en samkvæmt þessum skýringu sem ég var að nefna hér á undan, þá netto útflutningur frá því svæði á vorin þegar þeir leita í varplöndin. Hvað með aðra afbæringa eins og röðin? Já, það hefur líka mikið verið í umræðunni, áhrif tóunar, og veiðimenn, já, náttúrulega bara mannlegt í sjálfu sér, menn reyna að finna sökudólgin annar staðar en í eigin ranni, og menn benda gjarnan á tóuna, en reynslan okkar friðunarárin, en hafa bent á tóuna, girðingar, raflínur, að þetta sé að drepa rjúpuna, já, allt mögulegt hafa menn bent á, nema hugsalega makrílin, en það eina sem við gerðum friðunarárin, sem það var að banna rjúpnaveiðar. Tóustofnarnir voru þá í sögulegu hámarki, og viðbrögð rjúpunar voru svo glögg og svo skýr og allt land, og þetta gerðist bara svona. Bæði árin sem þá var aukningin 80-90% yfir línuna, og þannig að þessi langa saga hnignunar í rjúpnastofninum, sem hún tengist ólíklega tóunni. Ég held að reynslan af friðunar árunum hafi sýnt það að tóan hún með fjarvista sönnun, en tóan gagnvart rjúpunni, þá hún ósérhæfður afræningi, og ætti að fungera þannig að dempa allar stofnsveiflur. Það ekki tengsl á milli stofnstærðar rjúpunar og stofnstærðar tóunar, og tóan fer í rjúpuna hvenær sem að hún getur, og ef að stækkandi rjúpnastof, þá fer hún að auknum þunga í rjúpuna, þannig að ef eitthvað þá ætti hún að dempa sveiflur. Já, takk fyrir áhugaverðan fyrirlestur. Það var bara, það var eiginlega urðið til tverrspurningar. Það var verið að tala áðan Óðar Ingólfs
Nei, óðal. Landnám. Landnám Ingólfs og að þeim hafi ekki fjölgað. En sko þið eru alltaf að telja bara óðal. Eða ekki? Þið eru bara að telja þarna karra á óðal. Ekki þannig? Jú, en allir karrar eiga að helga sér óðal. Já. Það lærði ég hjá Arþóri. Það er ekki þéttleika takmarkað til og því óðalstarf takmarkast af framboð og fæðu og það. Það var eitt af því sem að Arþór komst að á sínum tíma, sem það voru engir umframfuglar í stofninum, sem allir taka þátt í varpi og karrarnir skipta landinu á milli sín og eftir því sem að stofnin stækkar þá minnka óðulin. Hann kom aldrei að þeim mörkum þar sem að þéttleikinn var orðin slíkur að karrarnir, umframkarrar voru í hópum líkt og þekkt fyrir lyngrjúpuna í Skotlandi. En svo var það rauninni spurningin og það var þarna þú sýndir rauninni alltaf glæra þessari sýndir, það var svona fín samsvörun yfirleitt og kannski hliðrun, en það var það glæra sem að var ekki stofnstærðin og síðan var það gatnalengdin og frá að bakka. Það var allt í hennu kom alveg öll, bara eina í viðbútt. Þessi? Þarna, já. Hver er það einhver skýring á þessu? Akkur þetta dettur niður? Já, akkur það er rauninni, sko, þú fær samsvörun þarna, það er rauninni... Fyrsta samsvörun og svo var engin samsvörun. Og svo var það akkurat öfug. En það er rauninni... 2012. Já, og ég held að þetta sé útlægagildi. Að við ætlum að ég veit ekki hvað gerist hérna, en það gerist á öllum þessum þáttum sem við mælum sem að tengjast meltingaveginum. Ég sýni nú ekki lið. Þannig að ég held að þetta sé útlægagildi, sko. Ég hefði viljað sjá þetta fara svona upp. Ekki þetta niður hérna þetta eina af. Já. Hvernig var á Mývatni þarna þetta haust? Ég meina í hópi vísindamann. Já, var það þá sem að Var það þá sem við keyptum rauðvínu? Nei. Sko þetta er alltaf sama fólkið og það er alltaf sama fólkið og Sama reglustykkan og... Já, Kalli mælir alltaf garnirnar en ég gera það reyndar einu sinni. En Þú gerði það 2007 annað árið og hitt er allt sem ég hef gert. Já. Þannig að þessi þættir eru að breytast í takt og eins ég sýni ykkur ekki í gögnum það er úr þessari formgreiningu steinana hversu hrjúir steinarnir eru sem það sýnir svona ekkit ósvipaðan feril, sko. Þannig að steinarnir er að þyngjast og verða hrjúvari. Það er að þeir heilduð í hérna fokkarheiður og hvað væri margir gjaldspör. Já. Er einhver sveifla í því? Það er fyrir fjöldin Já, það sem að svona ræður því er svona aðal áhrifavaldarnir á vorin hversu stór hluti þeirra para sem eru á óðölum næra verpa sem það er rjúpnafjöldin og síðan tíðarfarið. Þannig að þau ár sem að tíð er erfið í mars og apríl og erfið þá á ég við að það er mikil úrkoma. Þetta er kalt náttúrulega, þetta er lok vetrar og ef það er mikil úrkoma á þessum tíma þá er hún yfirleitt snjór og það eru svona þættir svona heildarmagn úrkomu snjóhula. Þá hefur verið að nota gögn frá veðurstofinni sem það er tíðarfar á meðan fuglinn er í tilhugalífi og þegar það verpa og liggur á og rjúpnafjöldi sem að ræður því hversu stór hluti parana reynir að verpa eða hefnast varphefnast, já. Nú var því þarna stór hríð að snemma hausti þú veist bara nána múti ágúst september sem var ekki bara síðan Jú. það var ekki kvísað bara
það var mjög erfitt við fyrir hvað 2 eða 3 árum þegar allt fór á hvolf fyrir norðan. Hefur það ekki mikið áhrif á sérstaklega kannski Rjúpu og unga? Ég Nokkur unga? Það fórust 10.000 kindur að það? Já, ég hef oft spurt mig hvar það liggi, þessar 10.000 sko. Þegar eftir að hafa farið þarna, eftir að hafa farið heiðarnar þarna, ég bjóst við að það væri allar heiðar dauðar kindur. En ég drápust þar heim við bæi, ég veit það ekki, var þeim fargað svo hræjónum. Ég bjóst við að finna þetta allar heiðar eins og lýsingarna voru. En allavega það var augljóst að það hefði einhverju stór atburði gerst hefur komið í sveitina. Mývatnssveit var eins og eftir styrjöld, það var allir raflínustöðvar brotnir og skaflar í giljum upp í 20-30 metra þykkir. En það var ekki að sjá að það hefði haft negin áhrif. Já, stofnin var þá á niðurleið hvaða haust, er þetta 2011? 2 ár síðan. Já. 2012. Er þetta ekki 2011 sko? Allavega þetta er þarna þegar stofnin er að beygja úr lágmarki og upp sko, en það er vitað að svona, og beint samband á milli aldurshlutfalla síðsumars og haustin hjá Rjúpunni og tíðafars í júlí, endaðan júní, byrjun júlí sko, þegar ungarnir eru tiltölulega litlir. Ef það er bleitutíð þá, sérstaklega ef gerir svona norðan áhlaup og Krabbarhíðar sko, þá fer viðkoman í klessu hjá Rjúpunni. Eða kannski er orðin nægilega stóri og fyrir þetta júlí við? Já, þegar það komið fram í lok ágúst, fyrir hluta september, þá eru rjúpurnar meira og minna búin að ná fullum vexti og þetta eru fuglar sem er að færa sig úr sumarhaga í vetrarhaga og geta fært sig eftir veðrum þá niður eða upp. Þannig að hreyfanlegri heldur og kannski ekki eins berskjaldaðir fyrir veðrum eins og þeir eru litlir, háðir móður sinni og illa fleygir. Já, ég var að segja þetta nóg í dag.